Það komið sælir áhorfendur góðir í Akraneshöllina laugardaginn 18. febrúar leikur IA og Vals í riðli 1 í Lengjubikar kalla, það ekki? Réttum mér, veit ég. Sverrir Már Smárásson heiti ég og Andri Júlíusson frændi minn hérna með mér. Blessaðu, hvernig ertu? Góðan daginn, ég er bara sjaldan verið betri. Já, það er gott. Fallega laugardagsmóndi. Það er frábært, við ætlum að kíkja hérna þess á byrjunarliðin hjá liðunum tveimur. Sjáum að Skagamenn með nokkuð hefðbundið lið, ein breyting frá síðasta leik ef það er ekki rangt hjá mér. Haukur Andri kemur inn fyrir Daniel Inga Jóhannesson inn á miðuna. Það er ekkert að fara að telja þetta allt saman upp hérna, þið sjáu þetta á skjánum. Athyglisvert hjá Val að þessir ungu strákar sem þeir hafa verið að fá eru svona að deila með sér leikjunum núna. Lukas Logi var með í byrjunarliðinu síðast og Hlynur Freyr kemur inn núna. Andri, hvernig svona líst þér á þetta hjá Valsmönnum? Jú, það er gríðarlega spennandi að sjá hérna Valsliði hvernig þeir koma núna með nýjan þjálfara og sennilega nýjan áslur, hvort hann haldir sig við svona þessa sterka varnarleik sem hann svo þekktur fyrir. Arnar Grétars, nýr þjálfari. Já. Og gaman að sjá hvernig hann kokkar þetta upp hjá Valsmönnum. Já, erum við að fara að horfa á Hólmar og hvað þá Hlyn í hafsendi eða hver væri með honum hann í hafsendi? Já, allir það ekki. Siggi Lár og Birkir Már í bakvörunum væntanlega. Ári Hrafn kemur inn í liðið, búinn að vera eitthvað fjarverandi mikið í vetur. Annað er bara nokkuð hefðbundið. Dómari leiksins Einar Ingi og með honum Smári og Tómas. Á liðinu sjáum að gera sig klár hérna að hefja þetta. Svona hvaða hverju. Já, ætli sé ekki á miðjunni Orri og Haukur með Aron fyrir fram að sig. Hvað ætlar að hafa Kitta? Kitta, kannski, já, Kitti sennilega í hólinu og Aron upp á topp þá. Já. Það er svona líklegast. Guðmundur Andri og hver er hinum meginn? Þau fengið byrjunarliðin aftur upp á skjáin. Þetta Mægir og Guðmundur Andri sikkur meginn á kantinum. Já, þá erum við búin að leysa þetta. Línur vantarlega með Hólmar í hjarta varðarinnar. Númer 2, Hákon Ingi Einarsson. Númer 3, Jónas Vallar þulurinn að fara að kostum hérna í Akraneshöllinni. Sævar Jónsson. Númer 5, Arnleifur Hjörleifsson. Númer 7, Ármann Ingi Finnbogason. Númer 9, Viktor Jónsson. Númer 17, Gaman að sjá samvinnu vinana Kristins Freys og Aron Jó. Já. Mjög spenntur fyrir því samstarfi. Já, ég held að þú sérst ekki einn það. Þeir eru búin að tala mikið svona út á við það hversu spenntir þeir eru að spila saman, sko. Ég held að það verði mjög gaman að fylgjast með því. Svona, maður ímynda sér að þetta séu leikmenn sem að ættu að eiga auðvelt með að tengja saman inn á vellinu. Vilja báðir vera með boltan í jörunni og láta hann ganga hratt og vel og það verður gaman að sjá hvort að það takist allavega í dag. Tókst eftir því Sverrir hvort að Andri Rúnar hefði verið á bekknum? Tók ekki eftir því, hann er hér bekkurinn. Nei, hann er ekki mættur, hann er ansi ungur bekkur hjá báðum liðum í dag. Já, vonandi við fáum saman fyrir og fengum hérna á síðasta laugardag. Stór skemmtilegur leik mútið vestra. Heldur betur fjörið þar, Skagamenn með 3-0 undir í hálfleik og unnu 4-3 að lokum. Leikur tveggja hálfleika. Tryggvi Hrafn er mættur í höllina. Hann er meiddur eins og staðan er. Spil með hverjum hann heldur? Hann heldur með Brósa í dag, það held ég. Meðan hann spilar ekki þá heldur hann með ég, held ég. Arnar Smárásson auðvitað fyrir leikmaður Vals. Einhverjum fleiri tengingar en það? Indri Áki spilaði nú með Val. Já, hann gerði það, vissulega. Gerði það vel líka. Já. Kristján Guðmunds tók hann inn. Þá var hann í allt annari, var hann ekki center þá? Hann var frammeir í þá. Já.
Leikurinn komin hérna í gang. Það eru Valsmenn sem byrja með boltan. Sjáum að fáum að staðstanna. Hlynur Freyr með Hólmar í hafsendinum og strákur sem að koma heim frá Ítalíu fyrirliðu 19 ára lasti segja ekki rétt sem það var það allavega. Þú veist það. Haukur Páll með boltan hérna út til hægri á Birki Má. Það mættur að sjá Birki mikið í þessari stöðu, kemur fyrir gjöfuna en Jónas Val skallar þetta burtu. Sigurður Egill hinum megin, kemur henni í teginn, ná að taka á mótunum þarna, leggur hann út og Haukur verður ekki í skoti. Boltinn eftir út á Sigurður Egill. Reynir hérna fyrir ekki með hægri sem ekki góð. Gísli nær ekki að halda þessu innan liðsins. Alveg ákveðin bara strax í byrjun. Gekk ekki hjá Val í kvöld eins og hjá Káramönnum í gær. Nei. 1-0 eftir 14 sekúndur. Kristinn fær hérna lappirnar á Hákoni aftan í sig. Það getur ekki að verið þægilegt. Nei. En það lítur hann út fyrir að hafa fundist þetta vann. Já. Hann er búinn að láta að vita af sér. Já. Hákon að stempla sig inn. Já. Hólmar keyrir bara af stað hana. Það leggur hann svo á Hlynur. Viktor kemur í pressuna. Skagamenn að komast inn í þetta, Hákon og Indriði, en Valsmenn eru fljótir að ná í boltan aftur. Sýnist að þróast þannig allavega í byrjun að Valsmenn alltaf halda vel í boltan að Skagamenn bíða þolinmóðu svipað á Vestri gerði Já. Á síðustu helgi. Já, það ágætis punktur. Þetta er frábær sending. Frábær skiptingarna yfir á Birki Má, leggur hann út í teginn. Haukur mættur í bakið á Orra Hrafni þarna sem er ekki alveg óáreittur skoti. Fyrsta skot leiksins, 2:20 á klukkunni. Það er mættur að fá þau þó nokkur held ég í dag. Val með skiptingarna yfir á Ármann. Háa sendingu á Ármanninga. Já, svona athyglisverð lausn. Já, ekki akkurat það sem ég hefði teiknað upp. Nei, sennilega ekki. Þetta mægir allar að skalla niður hérna. Svo er við með sensinn hann að sækja hratt. Arnór út á Ármann. Hann er pláss og Hákon kemur hérna. Ekki alveg í syngi hérna. Félagarnir á hægri vægnum. Sáum, gætum séð Hákon svona dálítið varkárari í dag fram á við því að Vestri skoraði, það var ekki 2 mörk þar sem þeir settu eitt langan á bakvið og byggu til kapphlaup við Hákon. Skila sér alltaf. Já, en það var augljóst að þeir vildu setja hann á bakvið hann þar sem þeir vita að hann er duglegur að sækja. Það er svona... Það laði hann upp, laði hann ekki upp 2 mörk líka? Jú, allaveitt. Arnleifur Arnór sýnist mér vera að draga sig svona aðeins neðar heldur en við sáum hann sérstaklega í fyrri hálfleik á móti Vestra. Já, allavega með þetta eru þeir með sem sagt 2 sexur eins og við köllum það og 1 fyrir framann. Haukur í hólunni. Já. En það getur breyst fljótt. Já, það mun gera það. Já. Það munur hreyfa þetta. Skaginn aðeins að ná að halda í boltan. Arnór með góða sendingu upp í hornin. Sigurður Egill á undan Ármann í þennan bolta og kemur pressan hann að Hákon og Ármann. Sigurður Egill nær að leysa þetta. Pressan að vera góð. Boltinn hann upp í höndina á Hákoni. Já, ágætis pressa hann að náða að loka á hann inni. Aron Jó mættur hann allar leiðina niður og sækja boltan. Finnur reynir að losa hann. Hákon og Guðmundur Andri í alvöru baráttu og hann mætir Indriði. Og svo Arnór, Haukur Páll hann að fleygja sér eins og hann er vanur. Þetta
Þetta var skrítir hinsunni á Arnleifi. Guðmundur Andri kemur á ferðinu núna, komið fyrir fram að marki, leggur hann út til hægri á Adam Ægi sem setur hann fyrir markið og það er Kristi Freyr en nær ekki að setja þetta á markið. Þetta var svona, segja, fyrsta alvöru færi leiksins. Við verðum að sjá þetta aftur hérna. Við ætlum að sjá aðeins meira hérna, að sjá. Svona. Endursýningin hérna, Guðmundur Andri kominn inn á völlinn, leggur hann á Adam Ægi sem að finnur hérna Kristi Freyr og fjæra hann og bara klára þetta drengurinn. Frábærlega að spila á Valsmönnum. Já, virkilega góð sókn. En eftir á móti tapar Skaginn boltanum. Já, aukaspinna hérna brotið á Hauki Andra. Já, Skaginn tapar boltanum illa hérna og Guðmundur Andri snöggur að svona nýta sér óreiðuna í liði í að hana á þessu tímamóti. Adam Ægir stóðsningahestur á síðasta tímabili, sló metið 14 stóðsningar í efstu deild. Í ár ætla hann að slá markametið. Já, svo sagði hann. Gaf það út. Vel gert hjá honum að gera það í liði Keflavíkur. Algjörlega. Þetta er góð setting en Arnór hann fyrir innan dæmdur ástæða. Sér rétt verið að það eru komin nýju búningar á Skagamönnum. Þetta fyrsti leikurinn í nýjum búningum og þar er leiðandi nýjar tölur á bökum leikmanna. Ég held Ármann hefði tekið 7. Ég held það. Gott ef ekki, ég sá allavega Danna liðsstjóra að vera eitthvað að vasast inn í klefa alveg frá klukkan 9 morgun. Þannig að eitthvað hefur að verið. Haukur kominn í 18, Arnór 88. Já, passar. Já, við erum komin með nýja treyjur, þetta er virkilega vel spottað hjá þér frendi. Arnór ætlar að spila í 88 eins og gerir hjá Lilleström. Fæddur 88. Indriði sett hann að bak við bara. Indriði á Ármann en það tekst ekki. Ármann ætlaði einhvern veginn að fá hann utar. Snýri svo baki þegar sendingin kom. Siggi Hákon stoppar þetta á Indriði. Arnór. Indriði fær hann að Sigga Lár í bakið og liggur eftir. Það er eitthvað maður sem að þolir ekki þegar það brotið á honum eða gerist eitthvað svona, þá er það Indriði Ágúst. Skilur ekki á hverju menn er að brjóta sér. Lítil þolinmæði fyrir því. Enginn. Það verður bara svona alvöru reiður. Já, spila bara stutt úr þessu. Já, maður gerir reyna þess að halda í bolta. Átna með krefjandi bolta hana á hliðin sem gerir þetta vel. Lítur upp völlin. Það setja hann á Viktor Jóns en hann fyrir beint á Hólmar sem að skallar hann ekki lengra en á Gísla Laxdal. Gísla Laxdal kemur hérna á ferðinni bara inn í teginn. Það er ekki að fara fram hjá þeim hana. Kemur Arnleifur með fyrirgjöfuna á fjarstöng en Sigur Egill er að skalla þetta í innkast. Það er maður vilja sjá Ármann svona aðeins ákveðnari. Það sjáum við líka kraftin sem að Gísli hefur yfir að búa. Hann er gríðarlega bara þegar hann leggur á stað með boltan. Hann svona aðeins að ákvörðun að taka, hann verður að vera aðeins betri. Hákon með fyrirgjöfun, Fredrik Skram kemur bara út og grípur þetta. Algjörlega rétt hjá þér að Gísli hefur þennan kraft sem að þarf bara að svona unleash, hvað sem er afbeisla, hvernig sem maður segir það. Og þegar að Gísli er farin að keyra á stað eða keyra inn á völlin að þá er svo miklu möguleikar á að nota Arnleif þarna í óvaleppinu. Það er alvöru stóðhestur sem var að teima rétt. Og hann kemur til ÍA frá Kórdrengjum sem hann lagði upp 14 mörk í lengjudöldinni fyrra. Alveg svo Adam Ægir sem var keyptur fyrir 4-5 milljónir. Já. Gerði það á bakverðið. Já, alltaf verið sterkasta lið Arnleifs að sækja. Það var hann ekki gott ef hann var ekki wingback þá. Jú, hann var wingback, það passar. Fær hann aðeins meira frelsi fram á við. Já.
Ármann keyrir á það hann að reyna að finna sendinguna en sækir hornspyrnu. Já, við viljum fá meira þessu frá Ármanni þar sem hann tekur bara boltan niður og ætlar að reyna að keyra á þá. Já. Ekkert að því að Hann er flinkur, það er ekki tekið á hann. Mjög flinkur. Hann ætlar að spyrna þessu fyrir sjálfur. Þetta ekki Gísli Laxdal sem stendur hann bara fyrir framann Fredrik Skram. Förðuleg staðsending á Gísla, hann horfir bara í augunum. Já. Sendingi kemur hann inn og hann hefði kannski betur hort á boltan og vita hvað hann er að koma hann. Skram fljótur að losa boltan upp á Adam Ægi. Góð vörðan hjá Arnleifi en Valsmenn halda boltanum. Komin aftur út á Adam Ægi sem að vippar honum hann á fjærar. Guðmundur Andri ætlar að reyna að skalla hann á Kristinn Frey en það er bara beint í hendurnar á Árna Marinó. Engin hætta þar. Þetta uppspil er ekki að ganga alveg nógu vel hjá Skagamönnum. En eru þó svona að reyna að vera ekki að kýla boltanum fram. Já, það er pínu breyting. Ánægður með það. Það hefst allt. Já, þó að sé ekki nema 1-2 sendingar þá er það alltaf betra heldur en að markmaðurinn negla honum bara. Já, eða fyrsti varnarmaður sem fær hann bara einhverja 50-50 sendingu. Haukur snýr hérna á Orra Hrafn. Orri Hrafn er nú að pota boltanum frá honum. Góð pressa hann á Hauki og vinnur innkastið. Ósáttir við þetta Valsarar en svona er þetta bara. Viktor í baráttunni á Hólmar. Gerir þetta ágætlega en missir boltan frá sér. Búið að vera rosa mikið svona hjá Skagamönnum. Þetta fyrsta er gert vel en svo svona dettur eitthvað. Já. Missa boltan frá sér eða taka einum og mörg touch. Já, það er svona þetta næsta moment eftir að það er búið að vinna boltan eða eftir að það er búið að spila vel úr vörninni. Þá ætlum að gera betur þar. Algjörlega. Maður Adam Ægi kemur hann að frekar djúpt að sækja þennan bolta. Skipta honum yfir hann að Hákon er lítill snertingu. Sigur Egill aðleinn inn í tegnu, leggur hann út og Guðmundur Andri dauða færi. En nær ekki að hitta markið. Sjá hann, fylgstu vel með hvernig Guðmundur Andri teymir Hákon inn á völlin. Þar leiðandi verður næstu mynd. Sér þannig er Hákon komin allt og einarlega. Hann er allt og einarlega og þeir eru tveir hann út á honum. Guðmundur Andri Tryggvason ætla bara að setja þetta á markið minnsta. Áttum Marinó með langa sendingu fram, Viktor og Hólmar í skallaboltanum sem að Hólmar tekur. Hann Jóa í pressu á Átna Marinó sem að setur hann aftur upp og aftur er Hólmar Sigur Lásir hann í varnarlínunni. Ótrúlega satt, þá var Hólmar ekki með Átna Marinó á liði, þannig ég skil ekki fyrir hann að gefa á hann alltaf skipti eftir skipti. Tvær sendingar og 2 sekúndum sem að gaf bara beint á Hólmar. Algjörlega. Ég veit að Viktor er góður skallamaður en Hólmar er sannlega besti hafsendinn í þessari deild. Já. Þannig að reynum að forðast þetta, koma þeim alla út af kantana þar sem að Sigur Egill og reynda Birkir Már eru. En það er allavega ekki Hólmar sem getur skallað þetta eða gert það sem hann vill við boltan. Svo er líka bara stundum ágætt að leyfa Viktor að efa sig í baráttunum við stóru kallana. En kannski ekki 2 svar í röð. Valsmenn yfirvegar hérna í uppspilinu. Er Haukur Páll í betra standi en á sama tíma fyrir árið? Já, klárlega á sama tíma við fyrir það. Frábær sendingarna hjá honum upp á Birkir Má. Góða mennin í tegin en Hlynur Sævar fyrstur á þennan bolta.
Það virkar svona meira Já, fitt. virkar aðeins léttar á sér og enda held ég hann hafi verið í tómbrasi fyrra bæði með skrokkinn bara Já. í formi. Hann kemur sér alltaf í fínt form og það er ekki á neina áhyggjur á honum. Nei. Hotspilna sem að Valsmenn eiga taka hana stutt hana. Birkir Már með sendinguna inn í teiginn. Þar er Haukur Páll títnefndur fyrstur á boltan en það er ekki að setja þennan skalla á markið. Gísli vill fá hann bara beint upp hérna hægra megin. Það er spilað þetta bara stutt. Hákon Indriði og ætlar að setja hann upp á Gísla sem var ekki mættur. Sendingin hann fyrir markið. Hákon hreinsar þetta upp í rjáfur eða ekki, eða var hann farin út af? Flaggar engastið allavega. Já. Já, lítaður út fyrir að ætla mögulega að stilla upp í langt. Nei. Kitty kemur hann á móti, fær hann. Guðmundur Andri, Hákon stígur hann bara út. Hann má ekki glemma því að Hákon hann er alveg stykki. Árni Marino setur þetta bara beint í spil. Arnleifur og Arnór, góður þríðningur. Haukur mættur hérna og fær hann og setur hann fyrir aftan á Gísla Laxdal sem að næra að taka mótunum en góður varnarleikur hann hjá Hlynur Frey. Já, þarna spilum við beint frá markinu og 1-2 út á kanti og þá var allt í gegn. Þetta er bara frábærlega gert. Góður hlaup hérna, Haukur út og Gísli inn á völlin. Já. Við getum þetta alveg sko. Algjörlega klálega með leikmennina til þess að leysa svona stöður. Arman vinnur hérna vel tilbaka en Guðmundur Andri heldur boltanum. Hólmar sendinguna þarna upp í hóluna en Orri Hrafn var bara enga veginn klár í þetta. Sko. Arnór og Viktor tengja vel saman þarna og Gísli Laxdal kemur á ferðin inn í teiginn, lítur upp og ætlar að setja hann þarna fyrir markið. Hann er eiginlega aðeins og seinnaði. Ármann var flottur hlaupi. Fyrsti maður hann til að byrja með að boltinn hefði komið strax. En Valsmenn hinum megin, Aron Jó einn á móti Arnleifi. Kemur inn á völlin, nei þetta er nú Adamægir. Það að fara fram hjá honum hann, setur svo sendingarna fyrir markið og Val kemur honum í hot. Getur við séð þess að sók svo skámanum hann aftur? Nei, ég held ekki. Nei, ekki strax. Ég þarf eitthvað að grúska í tækninni hérna ef við ætlum að sjá þetta. Geta, tekur tíma. Við erum að golfa einhver stað hérna. Sendingin inn og Hólmar hann á fjárstönginu. Valsmenn halda þessum bolta. Nei, ég held við náum ekki að sjá þetta eftir. En góð var hún. Haukur ætlar að finnur hann að Kristi Frey sem hann næra að taka á mótunum en missir hann aðeins svo langt frá sér. Árni Marino snöggur út á móti. Það var óvænt sending frá Hauki Páli. Ég er ekki viss hann hafi verið að reyna þetta. Skaða með fljótir að tapa boltanum núna. Adamægir heldur hún að vera þarna. Svo er brotið á honum. Eða hvað, býttu nú við, eru það númerað sama? Aron Jó er númer 22. Já, Kitty er í 10. En já, Adamægir er hann úti herra með 23. Já.
stilla sér upp hérna vinirnir tala það hvor ætlar að taka þetta Aron Jó hefur betur hlýtur alltaf að skjóta nema að sé eitthvað sprelli aukaspyrna á einhversvæðinu hvað einn eða tveir hérna stilla sér upp fyrir aftan tegin nei við vegginn Aron Jó kemur bara með skoti hérna setur það beint í vegginn Ármann hérna á móti Sigurði Agli en nær að hreinsa þetta í innkast þetta var ekki nógu gott hjá Aroni en fast var það samt þetta var örugglega óþægilegt að fá þetta í sig góð pressi á Viktori og Skagamenn tækifæri á að koma hratt hérna Haukur setur hann upp á Arnleif með pláss og tíma síðan bara að koma fyrir markið á Arnleifi hann að nýta sér það allir varnarmenn séu á leiðin tilbaka Val með lélega sendingu í Aron Jó Arnór gerir vel þarna kemur inn á völlinn reynir að skora setur hann í slána á Ármann en hittir ekki markið frábælega gert þarna þetta var doldið úr karakter bara hjá Arnóri Smárarssoni tók þarna mann og annan á skulum sjá þetta aftur hérna tekur á mótan hana og fer hann bara á stað framhjá Hólmari og skotið þarna í slána þetta var virkilega vel gert nú pressum við á kemur hápressan vel gert Viktor Jónsson stoppar Hlyn Frey bang Ísli reynir hann að skoti í bakið á Hauki Páli maður finnur aðeins fyrir því Indri snýr hann frábælega og kemur hann á Jóhannes Val skipting yfir á Hákon við erum aðeins betri tökum á leiknum núna já, það er aðeins jafnara heldur en sérstaklega fyrstu svona tíminnar Val hann að dettur sjálfan sig og Kristinn Freyr hirðir hann á hann og boltan léleg sending og Indriði og Arnór að koma honum út á Ármann Ármann á bara að keyra á hann einn á móti einum bara hratt á hann þetta ágætis hugmynd hann en Viktor var ekki alveg að kveikja á þessari sendingu það er maður að færa svona stundum á tilfinninguna með Ármann að svona hefur ekki alveg sjálfstraustið Haukupáll er ennþá að drepast og trúna, já, þannig fengið þetta bara svaka neglan já en já, eins og segir með Ármann að vantar svona stundum aðeins upp á sjálfstraustið og svona trú á að gera þetta sjálfur hann svona tekur kannski skotið þegar hann hefur ekki trú á að hann fari lengra eða reynir einhverja sendingu hann getur þetta allt og hóp bara að gera það Hlynur með þessa hreinsun Valsmenn halda boltan Aron út á Kristinn Haukur Páll vippar hann þarna á Birkjum Á sem aleinn hann að hægra megin kemur með fyrirgjöfuna Adam Ægirinn skallan en Jónas Val í bakinn á honum Adam liggur eitthvað eftir hann heldur hausinn eða ekki og sýndist þeir skalla saman hann eftir að Val skalla hann í burtu já kannski best að biðja ykkur afsökunar á þessu kvefi það er að fá að soga upp svona inn á milli jú, það er pínu kalt já einhver smá hór, það er bara skárra, herðum mann bara
Aron nú til vinstri en Sigurður Gaman að Egill. segja frá því, ég fikk skilaboð eftir Missir síðasta bara leika, eða í miðjum síðasta leika sem að það var að horfa á IA-TV frá Kanaríum. Nú, Já, gaman að því. já, mjög gaman. IA-TV Þetta er allan heim. international. Það eru allir að fylgjast með. Að reyna að leysa þetta handaskam en já, svona eins og nokkur sinnum áður að þá er ekki alveg svona synk á mönnum. Dettum við niður í blokkirnar meðan Valsmenn halda boltanum. Já. Þeir eru nú ansi góðir að svona færa boltan öðru megin og sækja svo hratt í svæði sem er eftir hinum megin. Búin að gera það núna nokkur sinnum mjög vel í þessum leik. Hefur svona ekkert almennilega komið út yfir reyndar. Já, það er alveg eðlilegt að Valsmenn geti haldið boltanum enda með fjölmarga atvinnumenn, fyrrum atvinnumenn, svona snærum. Ef til rétt að það var bara hérna Hlynur Hafsend, Adam Ægir. Það var atvinnumaður, já. Hlynur var að koma heim frá Ítalíu. Adam Ægir og Sigurður Egill, sem hafa ekki spilað erlendis. Já, og boltan er komin inn í teg og Sigurður Egill akkurat er að skora fyrsta markið í þessum leik. Þetta kom nú svona nokkuð óvænt. Kom alltaf að flatta upp á okkur frændur. Skulum sjá þetta aftur hérna. Boltinn hérna út í hægra megin. Stuttur þríðningu, frábær vippa hérna á Kristinn Frey og Adam Ægir leggur hann fyrir markið. Sigurður Egill gerir þetta bara snirtilega. Staðan er orðin 1-0 fyrir Val. Sýndist Hlynur vilja rángstöðu þarna, er eitthvað til í því? Ég var að kíkja á þetta bara. Kíkja á þetta aftur. Tekur hann að hlaupið, nei, hann er ekki rángstæða þarna allavega. Nei, ég hugsa nú að Hlynur hafi bara verið að láta sína menn heyra það. Það var nú svona óþarfi að mörguleiti, svona leikurinn í ágætis jafnvægi þegar að þetta mark kemur. Kristinn Freyr hérna með skotið fer af Jóhannes Val og í horn. Núna er hægt á því að Valsmenn taki bara algjörlega yfir. Já. Nú þurfa Skagamenn að standa svolítið fastir á sínu. Við erum að halda haus, ekki að fá okkur mark svona strax eftir á. Já. Stilla upp hann að kemur fyrirgefinn Valskallar eftir burtu. Orri Hrafn reynir bara skotið í fyrsta. Herðu, þetta var frábær sending. Þetta er Adam Ægir hann sem var fyrir innan. Gríðarlega athyglisvert. Ég hugsi þetta átt að vera skot. Árni Marino setur hennan bara langan, en þegar, sko, það er búið að vera þannig að þegar boltinn er stopp
þá Árni Marino að neglunum. Já. En þegar hann með hann í leik, í höndunum eða hvaðna, þá þeir að reyna að halda honum í leik. Þá vill hann spila út. Það svona einhvern veginn alltaf færa bara upp þegar það aukaspyrna eða markspyrna. Kannski allt í lagi að vera með svona einhverja reglu á þessu, en yfirleitt þetta bara svona feelingin. Ármann vippar hann á fjær eftir beint á Fredrik Skram sem að færa hann samherja í baki eða framan á sig. Birkir Már hann heldur aðeins öxlina eftir þetta. Kiddi snöggur að skipta boltanum yfir til vinstri á Guðmund Andra. Guðmundur Andri með Sigur Egil með sér. Sigur Egil með sendingunni í teginn. Gríðarlega góð sókn hjá Val, Orri Hrafn hann og uppina ná ekki til boltans. Fljótir að nýta sér plássið þegar það skapast. Hólmar róar þetta bara niður. Já, þetta var eiginlega svona valsum eins og við þekkjum það best. Einmitt. Sigur Egil kominn í óeleppi með fyrirgjöfina. Já, algjörlega. Hlynur reynir að finna hérna Adamæi á bakvið, en Arnleifur með það allt upp á 10. Nú getur boltan bara að fara til Árna Marino. Vill hann setja hann í leik, eða hvað? Já, ég hef hann að halda það, en það var hann í hárri pressu hana. Arnór fær boltan hann í hendina, tekur á mótunum og fær að halda leik áfram, setur hann út á Gísla. Gísli getur núna komið á ferðina, finnur Hauk hérna, Haukur snýr og færi boltan yfir til hægri á Hákon. Þetta vel gert hjá Skagamönnum, nú er að finna tengingunni í teig, en Hákon er að finna Viktor hana, en Hlynur Freyr skallar þetta frá. Arnór brýtur svo á Adamæi hana. Eitthvað dólgur hana. Ekkert að því. Guðmundur Andri kemur inn á völlinn og alltaf reynt að búa til pláss fyrir Sigur Egil hérna. Sigur Egil með sendingun upp á Aron Jó. Kemur með hana fyrir markið, en Arnleifur nær að hreinsa því frá. Beint á Kristinn Frey, hann eða Valsmenn halda sókninu áfram. Haukur aftur á Kristinn. Spilaði vel í kringum Hákon það. Já. Vantar ekkert upp á það. Sigur Egil og Haukur Þetta er að halda í boltan. Gamla bandið hann út í vinstra með bara að láta bolta ganga. Hlynur ætlar hann að setja hann út, en Viktor er í hælunum á honum og Hlynur fær aukaspyrnu hana. Þetta er nú alveg verið rétt. Nartar hann í hann. Birkir Már bara beint á ferðina hana, en Haukur Páll kýs að nýta ekki það hlaup. Adamæi er inn á Kristinn Frey, stígur hérna út Jóhannes Val. Hlín var Gísli á ferðina. Það var Gísli með pláss, hann getur farið hratt, fer hana auðveldlega fram hjá Hólmari, en þetta hefur nú séð ofta áður hjá Hauki Páli. Já. Mættur að bakka sinn mann upp og fleygir sér fyrir boltan. Skilaði vel gert. Sjáum hvað Gísli getur verið ofboðslega hættulegur hann að Hólmar Örn átti ekki break þegar hann var komin á ferðina. Ungir kantmenn með að nýta þetta miklu betur á mínum mati, að taka bara eitt stórt touch og keyra á stað. Það var vanmeti. Það segi ég ungir sérstaklega því að þeir vilja oft klappa boltanum mikið. Já. Sérstaklega að hafa plássu á baku sig. Já.
Fyrirgefin fyrir marki, Hlynur þarna í skallaboltanum. Kristinn Freyr reynir að finna Birki Má hana. Gísli Laxdal aftur með no pláss. Keyrir af stað, finnur Ármann hana, virkilega góð sending hjá Gísla. Ármann kemur inn á völlinn og vippar hann hana fjær, bjóst við Gísla Laxdal hana bara vilja sjá Ármann skjóta markið. Búinn að koma sér í ágæti stöðu hana. Það eru 10. úr enska boltanum sem að Aston Villa er komið yfir gegn Arsenal 1-0 eftir 5 mínútna leik. Ollie Watkins með markið þar. Lítur ekki alveg nógu vel út hjá mínum mönnum akkurat núna. Nokkru leikir í röð. Ármann og Arnór niður á Hákon. Róaður þetta aðeins, halda boltanum. Hlynur lítur upp. Skiptur hann yfir á Arnleif, þetta er vel gert. Arnleifur með djúpa fyrirgjöf hana en beint í hennar á Fredrik Schram. Já, Gísli er að fá svona opnarnir á kontónum núna síðustu 5 mínútur. Já, sérstaklega þeir eru fljótir að leita í það. Já. Ármann kemur hann inn í pressuna á hlinn. Arnór mætir og brýtur á honum. Já, innan við 10 mínútum til hálfleiks núna. Svona þannig séð búið að vera nokkuð jafn leikur. Já, Valsmenn hafa haft undirtökin en það er svona stýrt meira ferðinni en kannski ekkert ofboðslega mikið gest. Ég hugsa 1-0 sé alveg sanngjarn staða. Já, sammála því. Indrið þarna er pressuna á Fredrik Schram sem að leysir hann upp til hægri. Gísli á undan Birki Má í boltan. Ofboðslega mikið búin að halda boltanum, vinna seinni boltan af Valsmenn. Það er svona það sem að er búið að vega þyngst að mínum mati í þessum leik. Haukur Páll upp á Guðmund Andra hann í hlaupinu, Val stígur hann bara út. Það er svo engasti. Val er nú gamall Valsari líka. Rétt, við gleymdum honum. Við gleymdum honum á það. Já, svo svona undanfærin ár búið að vera margar tengingar. Tryggvi Arnór, Andri Adolfs, hinum megin Kæli og Köhler og Val og nóg af mönnum sem að fara þarna á milli. Val með boltan upp í loft. Kari Martin líka. Já, lengra á milli á honum. Nóg af þeim. Ertu með þjálfara sem hefur þjálfað bæði lið? Já, örugglega. Veitu. Arnór með sendingun handa fyrir aftan á Ármann. Sigur Egill vel staðsettur. Býtum nú við, þjálfari sem hefur þjálfað bæði þessi lið. Já. Gauji? Nei. Aldrei mjög var. Nei, ég er ekki alveg að kveikja. Segðu mér það. Gunnlaugur Jónsson. Já, sjálfsögðu. Hver allra besti. Það sjálfsögðu. Það var líðal til mér. Þjálfaði mig mér þessu. Hákon hann í bakið á Aroni og þetta var nú ódýrt en líklega aukaspinnu þó. Klókur að næla í aukaspinnu hana. En líka klaufalegt hjá Hákoni. Bjóðaði på þetta. Stillaðir upp hérna Gjata Mægir og Sigur Egill. Þeirra eru 5 mínútur til hálfleiks. Þessi bolti beint á Árna Marin og leita strax að Gísla, hann er vel dekkaður.
og næsta option. Arnleifur á ferðinni hérna bara með Gísla með sér. Setur hann á hann á móti Orra Hrafni hana. Sjáum Valsarinn og núna, þetta greinilega frá Arnari Grétars. Bara þeir tapa boltanum, þeir eru komin 11 inn á síðasta þriðjum. Já. Sá lítið að þessu í fyrra. Já, það er rétt. Þetta leit rosalega vel út. Já. Hversu snöggir þeir voru að skila sér því að Arnleifur fekk bara boltan fyrir framan marga og keyrði af stað. Já. Þeir voru allir mættir þegar að Gísli leitaði inn á völlinn. Arnór með góða sendingu hérna upp á Hákon. Hákon getur þá sett hann fyrir, kemur með hann og á fjarstöngina en það er enginn, við viljum sjá Gísla Laxdal mæta þarna. Fredrik Skram snöggur að losa boltan út til vinstri. Kristinn Freyr og Indri er með honum hana. Já, vinnur á hann boltan. Góð varna að vinna hana hjá Indriða. Þetta var góð hreyfing sem að Ármann kom inn og Hákon fann plássið úti. Já. Arnór með slaka sendingu hana beint á Aron Jó. Vel gert hjá Viktori, vinnur bara af Aron Jó boltan, gleymir sér aðeins þarna. Haukur með boltan fyrir frammarkið, finnur ekki Gísla. Fekk hann að spark í sig og vilja brot en fá ekki neitt. Arnór út á Arnleif, tekur á móti boltanum. Kemur bara inn á völlinn aftur. Gísli liggur ennþá. Hann losa Skam með boltan út af. Við erum að fá að segja þetta aftur. Já, við erum eiginlega að reyna það. Hvort að við getum það. Nei, við getum aldrei neitt í þessu. Eða hvað? Jú, við ættum alveg að geta það. Og sjá. Og hérðan sjáum við þetta. Sjáum hann að þetta er alveg spurningamarki. Botar ekki Gísli boltan hana? Þetta er alveg spurningamarki. Hvort að við getum séð þetta aftur. Hérna gott ef að Gísli potar ekki bara boltanum og Hlynur neglir í hann hana. Já. Nú hefðu við viljað fá, já, er þetta ekki aukaspyrna þá? Inn í bóðunum. Stórættulegum stað allavega, ef ekki víti. Nú setjum við smá pressu á þá. Já, það er lítið eftir af fyrri hálfleiknum. Það er að gera keyra eins á þá, keyra eins upp tempóið, sjá hvað það gefur. Prófa þetta. Það er bara svo ofboðslega einhvern veginn öryggir í sínum aðgerðum valsvarar. Arnór kemur hann að djúpt og sækir boltan. Ætlar að setja hann upp á Gísla en þetta er ekki nógu góð sending. Hlynur skallar hann upp þarna beint á Adam Ægi. Þetta er það sem ég er að tala um. Boltinn einhvern veginn endar alltaf beint á þeim. Þeir ná að halda sókninu sína áfram. Haukur með góða skiptingu. Leysa frábærlega. Frábærlega gert og Sigurður Egill með nóplás. Hittar inn á miðuna Guðmundur Andri og Kristinn Freyr. Skiptir honum yfir. Adam Ægi kemur bara inn á völlinn og Birkir Mári með nægan tíma.
notar Adamæði hérna sem að snýr en virkilega vel gert hjá Hauki Andra. Leysir hann upp strax sem Viktor missir á þessum. Einn og leik. Já, 1-0 í hálfleikina í Akraneshöllinni í þessum leik IA og Vals, leikur 2 í Lengjubikarnum. Við frændur ætlum að taka okkur stutt hlé en við mætum svo aftur hérna í seinni hálfleikinn.
Já, sælir aftur áhorfendur góðir. Ég ætla að sýna ykkur hérna markið sem að Valur skoraði áður en við byrjum seinni hálfleikinn. Það kom á einhverju mínútu, maður ekki nákvæmlega, en Adam Ægir sendi hann hérna fyrir markið eftir góðan þrýrning við Kristinn Frey og Sigurður Egill smelt honum í netið. 1-0 staðan í hálfleik. Frændi minn hérna með mér ennþá. En ég er með spurningu tilbaka á því, frændi. Áttu annan þjálfara? Já, ég með hann. Já, þú ert búinn að vera að vinna heima í hálfleik? Nei, ég bara fór að hugsa þetta í hálfleiknum. Já, og hvað er það? Ekki Logi Ólafs? Var ekki með báða? Hann var með kvennalið Vals og Skagan vissulega, svo í annan sem ég vil fá frá þér. Hörður Helgason. Rétt, vel gert. Frændi. Tekum við ekki bólunum hann? Nei, en við gleymum samt líka að nefna nýjan aðstoðarþjálfara í Harald, heitir ekki Haraldur Hrómarsson. Halli Hrómars sem kemur sem aðstoðarþjálfari frá Val til IA núna fyrir þetta tímabil. Að sögn þeirra sem ég hef talað við hann að koma hansi svona skemmtilega inn í þetta. Kemur með góða punkta á og menn eru ánægðir með hann. Já, markið kom á 28. mínútu sjálfsög. Stendur hann að vera Hrómar. Átni Marnó með einn langan upp á Viktor. Hann vinnur Hlín Frey í þessari baráttu en kemur boltanum ekki á Arnór. Skæinn búinn að vinna boltan aftur. Val út á Arnleif. Arnleifur upp á Gísla. Gísli er aftur tilbaka. Staðinn fyrir að leita inn á völlin. Arnleifur í smá basli þarna. Það er að bjarga sér. Núna á Arnór, þarf að taka með sér, en missir á honum. Adam Ægir ná Guðmund Andra, Indriði hérna stoppar þetta og gerir þetta frábærlega, gerir á stað. Nó plás, kemur með sendinguna út til vinstri á Gísla Laxdal. Gísla Laxdal einn á móti, Birkir Má kemur inn á völlin, reynir skotið, ekkert að þessu, en skotið ekki alveg nógu gott. Ekkert að því að reyna þetta. Það eru fréttir af Englandi sem að Arsenal jafnaði 2-1 en með markið á Bukayo Saka en Philippe Coutinho er búinn að skora aftur fyrir Aston Villa. Fylgjumst með þessu svona hérna samhliða. Skiptingin yfir á Adam Ægir sem er með Birkir Má með sér, setur hann beint upp á hann og Birkir Már með óþarflega mikið pláss þarna. Val skallar hann út á Hauk Pál. Já, mér fannst það líka í fyrri hálfleiknum að Birkir var full mikið pláss þarna á hægri kantinu. Viktor kemur hann vel tilbaka í pressuna og kemur honum á Ármann. Kemur Haukur á ferðinni með boltan upp miðjuna, sendir hann fyrir aftan á Gísla Laxdal sem að tekur allt og stórt touch þarna með vinstri og missir boltan út af. Þetta var klaufalegt. Já, þetta var vanlega sók. Já. Við erum að nýta þessar skyndisóknir aðeins betur. Já, ég hugsaði að muni detta einn allavega. Sérstaklega með hann að Birkir Már er farið svona ofalega upp og þá algjörlega. Og fáir sem eiga sens í Gísla og sprettinu. Það er alveg klárt mál. Ef einhver er það, þá er það kannski Birkir. Já, algjörlega. Þetta var nú fullauðveld sending hann inn á Aron Jó. Hann sneri og kom boltanum út á Sigurður Egill sem kemur með fyrirgjöfuna en Átni Marnó vel að verði, kemur og grípur þetta. Kastar honum í leikjuna á Arnleif. Arnleifur líður á Val. Val með vippuna upp á Viktor sem að tapar skallaði við Hólmar. Hann kemur hann að svolítið grótarlega inn í þetta. En svona eru skallaði við nátt bara ekkert að þessu.
Klappar hann á baki. Já, við sáum hérna Alex Davey í stúkunni, veistu hvað að frétta almennilega af honum? Nei, síðasta sem ég heyrði að hann fór í læknisskoðun fyrir 2 vikum bráðum og það kom ekkert sérstaklega vel út. Nei, það gerði það ekki. Þannig að hann Svo fór hann í einhverja segulómun heyrði ég og... Já, hann bara í endurhæfingu, duglegur í ræktinni. Ég var búinn að heyra að það væri mögulega spurningamerki bara hvort hann yrði áfram hjá IA. Já. Og meðan hann ekki betur staddur líkamlega heldur en þetta. Já, það Þá þarf IA væntanlega kannski ekkert vænlegt að hafa leikmann á í leikmannahópnum sem bara meiddur og kemur kannski ekkert inn fyrir mitt sumar, þá nú betur að kannski að leita annað og Akkurat. Og finna eitthvað sem klár bara frá byrjun. Það svona það sem að ég tek út úr þessu að Skaginn þarf þá að fara að leita á markaðnum. Já, ef að svo ber. Það þarf aðeins meiri breyti í hafsenda púljuna. Það þarf að segja að gefa þeim svona samkeppni. Þetta má ekki vera óþægilegt fyrir neitt að vita öruggu sæti í liðinu. Akkurat, vel spila hérna Aron Jó með sendingana upp til Adams Ægis sem að Arnleifur verst vel. Aftur út á Adam Val lendir í smá vesinni hérna, góð fyrsta pressa frá Valsmönnum. Aron Jó inn á Orra Hrafn og aftur út á Aron. Nú fær hann bara yfir Ari Kristinn Freyr. Og sendingan að Birkir Már fer fullu öðlega fram í Arnleifi en Hlynur hreinsar þessu upp í loft. Kristinn Freyr var í athyglisverðu viðtali núna hvort það var bara í liðinni viku þar sem að hann hreinlega sagði það að eftir að Heimir Guðjóns kom í FH þá langaði honum ekki lengur að vera í FH. Já. Það var greinilega eitthvað sem að þeir höfðu á milli sín hann að þegar að Kitty var í Val og Heimir þjálfari og svo flúði hann leið og Heimir kom í FH. Akkurat, hann sagði það mér að segja hann hefði viljað vera áfram í FH hann svo breyttust ýmsir hlutir og þá langaði honum ekki lengur að vera í FH. Það var ekkert flóknar af það. Hún hafði sagt að Aron sé besti vinnu sín að þá var greinilega Heimir ekki næst besti vinnu. Nei, alveg klálega ekki. Árni hérna með langa sendingu fram aðeins svo innarlega fyrir Gísla Laxdal. Það mæja nú alveg reyna að sækja svona aðeins hærra, þeir ná nokkur sendingum djúpt á vellinum svo kemur bara einn löng. Það ekki mikið að ná að þræða boltanum upp á milli fyrstu pressunar. Haukur Páll þarna og skemmtileg hlaup hjá Orra og Adam Ægi. Adam Ægi kemur inn í teginn, vippar hann fjær þar sem að Kristinn Freyr en Hlynur Sævar vel að verði, stekkur fyrir þetta. Gerir Hlynur vel. Já, sjáum þetta kannski. Sennilega bjarga marki bara. Kemur sendingin og já, þetta hefði líklega endað í netinu. Þetta var fast skot sem að var allavega ekki að missa upp í loftið. Hlynur hann að stekkur fyrir þetta, vel gert. Staðan þá 1-0 og svona tæpar 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Nú verður að horfa á IATV sömuleiðis á flugvelli á Ítalíu og inn í vél sömuleiðis. Bíða eftir því að taka á loft. Þannig að eins og við töluðum áðan að þá IATV International, Haukur gerir hann vel, kemst inn í boltan frá
Fredrik Skram, hann hefði nú getað farið niður hérna og fengið aukaspyrnu en hélt áfram, misti boltan frá sér. Getum við séð þetta, hvað náum við miklu hérna. Kemst þarna inn í boltan og Haukur Páll hann að fleygja sig fyrir hann, Haukur fer fram hjá honum. Þannig er eiginlega bara að vera... Það er eiginlega bara hindrun. Skami vildu fá... Já, það er ekki verið að verðlauna leikmenn fyrir að reyna að standa í lappirnar. Það látið sér detta eins og við viljum ekki að það sé gert. Það var hann kannski fengið aukaspyrnuna, spurning hvort dómarinn viljið það. Já. Val hann aðeins og setni í Aron Jó. Sem að færa aukaspyrnuna. Láta finna fyrir sér. Já, ekkert að því. Þetta Skagamenn stíði upp í pressuna. Viktor lætur hann að vel finna fyrir sér. Keyrir í bakið á honum hann að fær líta gula spjaldið frá Einar Inga dómara leiksins. Já, þetta var nú engu öðru en vilja gert að fara hann í bakið á Hólmari. Ég veist að Skagamenn þyrftu aðeins að reyna að fá boltan í spilin á miðjunni þó að Haukur Páll geti oft verið tveggja manna maki þar þá elska Kitti og Orri ekkert að verjast þannig að það ættum að geta að spila okkur í kringum Hauk. Já, það var lítið náða að tengja saman sendingar þar. Já, bara nánast ekkert reynda heldur. Nei. Það er svona eins og við tölum áðan að þetta eru nokkrar sendingar djúpt á vellinum, svo kemur alltaf bara ein löng. Það er ekkert að ræða hann upp á milli. Adam Ægir hérna fær Birkir Má með sér, utan á sér og Birkir með, Minnst skot. Bara mjög skrýtna tilraun. Það var vel útfærð sókn. Birkir Már alltaf mjög snöggur að skila sér upp í ólappið. Leist leikinn vel. Já, þetta er nú brot og þetta er nú bara gult spjald líka. Bara svona hefni brotið. Aron Jó brýtur á Hlynur sem er ekki sáttur með hann, hrindir hérna í bringuna á honum. Það var líka gult. Það var algjör óþarfi hann í Hlyni. Kallar Halli á Breka sýnist mér. Já. Hvað erum við með á bekknum? Erum við með Breka og Inga, Árnar Salvar, Daniel Inga, Sigur Hrannar og Dino Hodžić. Já, það vantar einn held ég. Martin Theodors. Martin er enda líka. Indri snýr hann vel á Orra Hrafn og kemur boltan út í vinstri á Arnleif. Arnleif lítur upp og kemur góða sendingu hann bakvið á Gísla Laxdal. Tekur á mótunum og snýr skemmtilega, kemur svo með fyrirgjöfuna með vinstri, allarlega á fjær yfir allan pakkan en Viktor Jóns nær að sækja hann. Hákon út á Arnór. Það gerði Indriði vel, sneri vel hann á miðjunni. Já, við höfum gerað meira að þessu. Sáum Hauk sérstaklega í síðasta leik koma inn í hálfleik og þetta er frábærlega að spila. Haukur upp á Hákon Inga. Hákon með fyrirgjöfuna á fjær aðeins og föst en þar er Gísli Laxdal, potar honum fyrir markið, þar er enginn. Þetta var frábærlega að spila það Skagamenn. Já, þetta var virkilega góð sókn. Hákon hefði þurft að finna einhvern hann í sinni fyrirgjöf. Ármann út á Hauk. Svona aðeins meiri yfirvegun á boltanum. Menn að þora að fá boltan undir pressu og láta hann ganga. Arnleifur og það mæta bara allir í teig en þessi sendingar og innarlega, wow! Fredrik Skram í vesenni næra blakonum og heldur honum í leik. Hákon hérna í bakið á Guðmund Andra sem að fellur við og fær aukaspyrnu. Já, þetta var mjög jákvætt frá IA þarna. Sýna þeir hafa þetta í sér, geta þetta, flottur spilkafli, trúa þeir sjálfur.
með skiptinguna yfir til vinstri. Guðmundur Andri tekur vel á móti boltanum, leitar inn á völlinn, fær hann að Sigur Egil með sér en Hlynur stoppar sendinguna fyrir marki frá honum. Haukur Páll búinn að vinna hann fyrir utan. Guðmundur Andri niður á Hlyn Frey. Hlynur Freyr búinn að eiga ágætisleik. Við erum allavega lítið búin að tala hann og það yfirleitt góð sviti fyrir varnarmann. Þetta er grunlega hörkuleikmaður. Birkir Már, á móti Arnleifi finnur hann að Adam Ægir í teiknum sem er Valli í bakinu. Adam Ægir snýr vel, snýr aftur, kemur svo með fyrirgjöfuna og þar Aron Jóhannsson hendir sér í bakhvalsspyrnuna. Já, köllum þetta hjólaspyrnu. Hjólaspyrnu. Við sérfræðingarnir. Já. Vel gert hjá Adam Ægir, kemur með hann. Já, þetta er bara hjólaspyrna. Hittir hann ekki alveg nógu vel. Ekkert að því að reyna þetta. Full auðvelt hjá Adam Ægir hérna, tók 2-3 snúninga og svo bara fyrirgjöf. Viktor er búinn að vinna allt og fá á svona bolta í dag eins og hann er nú vanur að vinna á marga. Hérna á Skaginn innkast út í horni og koma Valsmenn bara hátt á völlinn og læsa á þá. Indriði með gott hlaup þarna og boltinn beint á hann. Það að finna Gísla Laxdal þarna sem kemur á fullri pressu. Fredrik Skram hreinsar þetta frá en Hlynur vinnur hennar skallabolta og þá lendir hinn Hlynur í smá vesenni. Viktor pressar á hann, vinnur þetta innkast, það verður að taka þetta hratt, sendir hann inn í teginn á Ármann en þeir ná að bjarga þessu í horn. Það getur Indriði hana. Já, þetta var góð pressa líka eftir að Indriði sendi boltan upp, bæði frá Gísla og svo frá Viktori. Ármann fer út í horna, ætlar að spyrna þessu fyrir. Arnleifur mætir hann með honum, meistri fótar sömuleiðis. Þessi bolti kemur alla leið á fjær þar sem að Hlynur og Viktor í baráttunni vilja nú fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna Skagamenn. Ég meina að það verið brotið á Indriða, skulum sjá þetta aftur hérna. Indriði er hérna úti í teiknu, kemur inn í boxi núna og já, það er svo bara hrint í grasið af Kristni Frey. Já, Indriði alveg hatar þetta sko. Já, Ármann Ingi lokið leik hérna í dag eftir 62 mínútur. Breki Þór Hermannsson sem að leysir hann af. Kemur líklega bara hérna á hægri kantinn. Indriði er ennþá að tala við Einar Inga, by the way. Fylgdist með leik í vikunni, ungi leikmenn Skagamenn spiluðu við 19 ára lið íslenska landsliði. Já. Þessum að Breki gótt stórkostlegan fyrirháleik. Já. Mjög góður, kraftur í honum og skoraði allavega mark. Já. Það var leikur sem tapaðist 4-3. Já. Já, undir 19 ára liði vann það. En það var svona mikið rót á báðum liðum. Já, margir strákar sem fengur sem hvíldu meðal annars Gísli og Jónas Val, Viktor, Arnór. Já. Þessi bolti upp í loft frá Hauki Páll. Hlynur. Já, hvíti Hlynur líka? Nei, Hlynur skoraði með sér. Já, mennar. Já. Ok. Já, bara gaman að því að brjóta eins upp á vikuna með einum æfingarleik. Já. Mjög sprækt 19 ára landslið Íslands. Já. Sjáum að Gísli og Breki eru búin að skipta kant strax. Breki Þór mjög kraftmikill sóknarmaður, mikinn styrk, stór skref, vel gert hjá Indriða hérna, hann er að stoppa þessu sókn. Stór skref, mikinn kraft, ofboðslegan skotkraft. Já, svakalega. Sparkar ekkert eðlilega fast í boltan. Sáum hann einmitt í æfingarleik með Kára daginn sem hann skoraði 2-3 mörk var það og öll einhvern veginn úr bara svona hálffæri sem hann þrusaði hann bara.
Hlynur mætir hann að beint í baki á Kristinn Freyr. Kristinn Freyr heldur boltana vel en ekki nógu lengi og hangir svo í Hlyn og Kristinn Freyr á að fá guldspjald fyrir þetta. Einar Ingi samkvæmum sjálfum sér. Sem hann ekki sleppur hann að geti heppið með það. Já, það alveg augljóst að Kitinn ekki svona barning við Hlyn. Nei, ekki neitt. Já, gaman að sjá að Davíð Snorri mættur að horfa á hana legg. Það eru nú nokkrir hérna sem að hann gæti valið í sitt undir 21 landslið báðum liðum. Já, það sýndist í Hlyn og að bara öll elítan hafi verið á vellinum. Lúði Gunnarsson og Jóhannes Karl. Já, ég var búinn að sjá Jóa Kalla hérna líka, það var rétt. Hann nú kannski ólíklegri til þess að velja ykkur í sitt lið. Já. Það sending og þessi fyrir í stöngina. Ha? Við erum frændunir hérna alveg steinsofandi. Það frábælega að spila hjá Valsmenn. Já, þetta var virkilega vel gert. Orri Rafnanda komin inn í teginn og við skulum sjá þetta aftur eftir örskamma stund. Við erum ennþá í sóknina Valsmenn. Breki hérna mætir beint í grillið á Adamæi og Arnleifur nær ekki alveg að leysa þetta, fær boltan aftur hérna. Haukur í smá basli með lappirnar á sér. Kristinn Freyr kominn einn í gegn og Árni Marino mætir honum en þeir komast fyrir þetta hann og Val. Við skulum sjá þetta, færi hérna aftur áðan. Kemur vippa hérna og Haukur Páll skallar hann bara í gegn á Orra Rapp. Já, líklega Jóhanns. Aron Jó færir hann hérna bara í náran og setur hann í stöngina. Heppnir þarna Skagamenn. Það er ekki 2 mörkum undir en sýnist Adamæi vera á leiðinni út af og þá kemur inn á Lukas Logi Heimisson. Keyptur frá Fjölni fyrir að tala 5 milljónir íslenskra fyrir hvað, 10 dögum, 2 vikum. Já. Svoleiðis. Eftir að fara í verkfall. Já, fyrir verkfall. Sagði það einu leiðina sem hægt var að nýta fyrir verkfall í uppeldisfélaginu sínu. Ég var að pæla mitt að fara í verkfall hjá Kára í næstu viku. Er það ekki tísku í dag að vera verkfalli? Gott, Hákon mætir hérna í Hólmar sem að var í ansi góðu færi. Ná bara setja boltan á stað og hlaupa. Já, gerir það, fer hann að auðveldlega framhjá Hlyni en Orri Hrafn nú ansi snöggur líka nær honum hann að tekur á hann boltan, vel gert hjá Orra að vinna svona tilbaka. Já, ég ætla að vera í verkfall þangað til að ég fæ treyju númer 3 í extra large. Já, besti formaður landsins hlýtur nú að geta að græða það. Hlýtur að gera það. En eitthvað er maður að gera svo að sé hlustað. Róa þetta hérna þessu Valsara en Skagamenn komið fyrir pressu. Það er ekkert á þetta, frábælega gert hjá Viktor sem komur einn í gegn hérna og Haukur með honum. Kemur inn á völlin, leggur hann aftur á Viktor og hann hittir ekki á ramman. Dauða færi hérna Viktor Jónsson. Gerði þetta frábælega Viktor og Haukur. Gerði þetta virkilega vel. Við sjáum hérna strax bara þegar Viktor tekur á hann og boltan. Svo leitar Haukur hérna inn á framhjá Hauki Páli og Viktor á bara að skora hérna. Hann verður svektur með þetta í einhverja daga. Þá er Ingi Sigurðsson að koma inn á. Viktor Jónsson fyrir út af og sjáum við þá Arnór færi sig upp á topp eða fyrir Ingi bara þar eða hvað heldur þú? Já, ætli Ingi færi ekki bara upp á topp. Sýnist það. Gæti verið. Þurfum eiginlega bara að horfa á þetta aftur hérna. Er þetta brot? Nei, þetta er ekki brot. Nei, mér sýnist ekki að vera brot. Gerir þetta bara frábælega. Haukur líka gerir þetta virkilega vel hérna. Þrjú karakteri á Viktor Jóns. Já. En það var kippt út af strax í kjölfar. Já.
Jón Þór að breytast í Pep Guardiola hérna. Sér eitthvað sem að pirrar hann og tekur hann bara út af. Ingi fyrir bara upp á topp. Já. Prófa að sjá hvernig það ekkert óbúslega mikið breytt í framherjastöðunni hjá IA. Sigurður Hrannar auðvitað á bekknum, Lukas Logi dauða færi en Árni Marino verið þetta frábælega og Lukas Logi reyndar ránstöða líka. Sjáum hérna, þetta Haukur Páll, snýr hérna frábæra sendingu inn á Lukas Loga. Með nærálega ágætis slútti á þetta en Árni Marino vandarnavaxinn. Hann 21 og skamall í dag, hann Árni Marino. Já, afmæli í dag, til hamingju með það. Hlynur með sendingun upp á Gísla Laxdal en Sigur Egill vel staðsettur þar. Hlynur kemst þarna fram fyrir Aron Jó, fær hann svo í sig og Aron Jó á gulu spjaldi. Það ekki, hann að fá seinna gula eða hvað? Fengur ekki báði spjald á hann? Var það ekki það var Kitty? Nei. Hlynur hrinti svo í Aron, hann var ekki sáttur við hann var búinn að fá gult. Já, það rétt, það var svoleiðis. Ég nokkuð viss það. Ég þarf að sjá hvað Einar Ingi gerir í þessu, hann búinn að gefa hann 2 gul held ég. Gult og rautt. Hann verður að gera það. Já. Aron Jó hefur lokið leik og Skagamenn klára þessar síðustu 20 mínútur manni fleiri. Það ekki flóknara en það. Fylgdi hérna vel á eftir inn í Hlyn Sævar. Ég ætla að sjá hvort við getum séð þetta hérna. Það aldrei almennilega á tánum hérna þegar maður að horfa á þetta líka. Jó, við náum þessu. Það sé ekki alveg svona mikið. Sjáum hvað þetta gerir fyrir okkur hérna. Nei, þetta var á stutt. Ég finn þetta ekki, tjóðlega þetta pirrandi. Svona þetta. Leikmaður númer 22, Jónsson og Jónas styrku. Þetta hérna sko. Já. Svona. Skal taka yfir. Breytist alltaf. Skal sýna þér þetta bara. Þetta breytist alltaf. Það alveg óþolandi. Það gerist núna. Þarna þetta. Þetta kemur þetta. Hlynur næði boltan Hlynur rennir sér og lætur sér fylgja og ná hann einhvern veginn eins og Aron ætli bara í öxl en lendir á honum. Við verðum að treysta Einari fyrir. Já, hann var fljótur að rífa upp gula spjaldið, var ekki alveg viss hvort að hann væri á spjaldið nú þegar en Aron Jó var allavega sestur á bekkinn. Þar með hann ólöglegur, þannig að Skaginn tekur hennar leik líka 3-0. Það má ekki vera á bekknum eftir auðvitað. Nei. Valsmenn ennþá 1-0 yfir. Nú var gaman að sjá hvað Skagamenn ætla að gera en að manni fleiri. Sýnist Kristinn Freyr bara stíga hérna upp í strækjarinn. Og 2 á miðunni. Hlýtur nú að fara að þyngjast. Hljóta að fara að þyngjast lappirnar á Hauki Páli. Gæti sé hann koma út af eftir smá. Þá stíga hérna bara upp í pressu Skagamenn en hann var lítið stress á leikmanni Vals. Það halda boltanum bara vel hann að
Þetta var ekki góð sending, þetta er sennilega bara besta dæmið og það sem ég var að tala um. Orðin helviti þungur. Já. Sjáum Hauk hérna eitthvað teygja en á miðjumvellinum. Þá fáum við skiptingu. Daniel Ingi á leiðinni. Mun leysa Hauk af. Arnór fer bara af stað hérna, notar Arnleif sem ætlar að reyna að finna sendingundana inn í teig og breka en hún er óvinnilega. Skæði þyrfti að ná aðeins meiri yfirvegun í þessari stöðu. Hólmar vippar hann upp á Kristinn Frey sem tekur hann á bringuna en Skæðin vinnur hann, tapar hann strax aftur. Haukur Páll færir hann hindu út í vinstri. Sigur Egill setur hann í orra. Það væri bara skynsaldi Haukar að setjast bara niður og ekki vera þjóstnast á. Haukur Andri alveg að drepast greinilega í kálvanum. Hann komið með eitthvað krampað eitthvað svoleiðis. Kemur hann í pressuna, getur alltaf stíði í löpina. Ég hugsa held áfram að hlaupa að vanda á hann en löpina. Já. Hefur ekki stoppað að hætta að hlaupa síðan að fættist. Hákon hann kapplaupi við Guðmund Andra en Árni Marinó snöggur út á móti. Og kemur skiptingin. Haukur var reyndar ekki ennþá búinn að leggjast niður. Nei. Kemur Daniel Ingi inn á fyrir Hauk Andra. Já, þetta er rétt. Komur rautt spjald á Val. Við vorum að setja hann inn. Já, gæti komið einhver svona kraftur með Daniel Inga. Já. Við ætlum að reyna eftir leik að fá þjálfaraliðana beint í viðtalina hjá okkur á ETV. Bara svona aðeins að taka stöðun á þeim. Jón Þór Hauksson að minnstakosti. Ef hann ennir, sjáum til. Indriði eftir hann að finnst einhvern veginn allt annað að sjá til Indriða í dag heldur hann í síðustu leikjum. Það sér það bara að hann er hægt og rólega að komast í ágætisstand. Hann var lítið búinn að æfa áður en hann kom frá fram. Hann mun að mínum mati reynast Skagamönnum gríðarlega vel í sumar. Hann leikmaður sem gerir lítið af mistökum og skilar sínu alltaf. Getur eins og þeir hafa gert dálítið skipt svona ört við Arnór hvor er djúpur og hvor er framar. Ég held að verður hægt að leika sér vel með það. Nú koma Skagamenn í pressuna. Indriði heldur áfram hana á hliðin en ná að leysa þetta. Valsmenn virkilega vel spila hjá Val. Sigur Egill með pláss og ætlar að leita inn í teiginn en Hlynur Sævar stoppar þá fyrirgjöf. Hákon skallar hann svo aftur hann á Sigur Egill sem ætlar að reyna að láta hann bara fara út á. Gerir það. Góð skipting hérna á Breka. Hann er ekki að taka því fyrsta en kemur hérna inn og þetta er góð skot og frábær markvarsla hjá Fredrik Skram. Tekur þetta skot hérna Breki bara úr kyrrstöðunni. Sjáum þetta aftur hérna, missir aðeins á honum hérna fyrst en er á móti Birkir Má. Tekur þetta er fast og gott skot en Fredrik Skram með magnaða vörslu.
kannski gæti komið svona smá meðbyr með þessu hjá Skagamönnum. Arnleifur mættur út til þess að spinna þessu fyrir. Hlynur stillir sér upp á fjær en boltinn skilar sér ekki þangað. Daníel Ingi fljótur að vinna hann aftur. Gísli Lagstad með vinstri en þessi framhjá. Laflaust skot. Það var að setja smá press á það núna síðustu 10 mínúturnar. Já. Það er þá spurning hvort að það ætti að vera Daníel Ingi sem að væri þarna uppi með Inga í hápressunni og leyfa þá Arnóri og Indri að vera fyrir neðan að reyna að lesa hvað gerist næst. Gaman að segja það, vinur. Lukas Lógi kemur hann með boltan inn í teginn, missir hann en næra haldónum. Birkir Már með fyrirgjöfun á fjær, þar er Sigurður Egill, leggur hann út og það kemur skot en þarna er einhver leikmaður sem er nýkominn inn á og við vorum að missa af held ég. Hvort þetta er Oliver Steinar, hann er nummer 26 á miðunni. Hérna koma Skagamenn, Gísli Lagstad kemur inn á völlinn, ætlar að finna hérna Indriða en sendingin ekki nógu nákvæm. Haukur Páll fyrir núta. Haukur Páll fyrir núta. 10 mínútur eftir. Það getur verið að monta með en ég kallaði það. Daníel Ingi. Þú getur alveg að monta það því, já. Hákon lítur upp. Finnur engan nema Hlín hann tilbaka. Það færir hann bara beint yfir. Það er svo Kristinn Frey hann almennilega inn í sig. Veit ekki alveg hvað Hlynur hefur gert þeim vinnunum en eitthvað hefur að verið. Og fá þá iðulega í bakið á sér. Hákon hann fer fram hjá Guðmund Andra og kemur með sendinguna. Hún er of einarlega, hann er ekki alveg að slengja honum fyrir markið. Já, það er einhverjir að horfa sem að hafa áhuga á yngri flokkum í að þá verður A2 að spila hérna móti Njarðvík í höllinni strax í kjölfar leiksins. Annar flokkur. Og svo er framhaldið því að fjórðurflokkurinn held ég A, B og C lið eftir það. Já, nóg að vera í höllinni. Það er þetta að koma bara og sitja undir hitanum í allan dag. Taka með sér gott kakó eða kaffi eða eitthvað. Já, eða bara kíkja á Bryndísi upp í afgreiðslu og fá kaffi á henni. Tekum vel á mót okkur. Gísli við Hákon hann með sér. Þannig bara tilbaka á Hlín sem færir hann yfir á Val. Það er boltinn að koma hratt inn út í vinstri. Gerir það. Arnleifur færa boltan hratt á millikanta og færa Valsliðið. Já, þessi er aðeins og stuttur. Gunnur aldrei kemst inn í þetta en Arnór kemur hérna djúpt og sækir boltan. Val getur stigið með hann. Skrýtna sendingu. Það ætla að reyna að finna Kristinn Frey hérna strax en Átni Marma mættur í svípið. Og er búið að tæta þessu upp í Valsliðinu. Arnleifur með sendinguna en þetta er svona þriðja, fjórða skipti sem að hans fyrirgjafir svona út djúpinu koma beint í hendunar á Fredrik Skram. Já, Fredrik er mjög öruggur í sínum aðgerðum. Já, búinn að vera það í dag. Búinn að vera alveg frábær. Engin nartaði þarna í hælana á Hólmari. Fengið aðeins að finna fyrir því. Fact-checka hérna hver þetta er sem kominn á miðuna. Já, Oliver Steinar Guðmundsson, haukastrákur sem var að koma heim frá Ítalíu. Góð pressa þarna hjá Daníel Inga en Hólmar stendur það af sér. Val í baráttunni við Kristinn Frey, nær ekki að taka móti boltanum.
Hlynur út á Hákon og upp á Gísla. Sigurður Egill búinn að vera bara flottur varnarlega í dag, sérstaklega. Við vitum að hann er góður að koma upp á ferðinni. Skoraði markið. Já, Sigurður Egill er alltaf sína fínu góðu leiki, sko. Já. Stabíl og góður. Já, það er rétt. Mér finnst þetta nú bara svona heilt yfir, lítið ágætlega út hjá Val með að við svona ástíma og nýjan þjálfara og dálítið af nýjum andlitum svona aðeins allavega. Já, Kannski það er ekkert aðeins margir. svona helsta sem ég set spurningarmerki er pínu breyting, sko. Já. Sér að það er margir ungir á bekknum sem eru örugglega mjög góðir, sprækir, en svona með þá sem eru inn á þá er lít óþekktari nöfn. Já, þeir kannski blanda þessu meir í sumar, bara rótera í, koma einhverjir yngri inn í liðið og einhverjir eldri á bekkin. Já, eins og þeir eru inni Patrik, þeir eru inni Andra Rúnar, Tryggva Rapp. Það er nóg að mönnum í þessu liði. Já. Hákon hann með sendingun út á Daniel Inga, fær hann svo aftur út til hægri, notar Arnór hann með sér. Arnór með sendinguna fyrir markið, þetta er góð sending en Hólmarinn er að skalla frá. Daniel Ingi nær góðu snúningi en hver er þetta hann að fjær sem hittir ekki boltan? Hlynur Sævar. Ef hann hittir hann ekki þá ætti þetta að vera horn held ég. Það er verið að kalla þessu eftir því, jú, Einar Ingi spottar það. Dæmir horn, hérna sjáum við þetta. Sendingin hann og Vel gert hjá Daniel. Daniel Ingi stígur hann út hann nær skotinu. Hlynur bara fær hann á milli lappana. Það er ekki að koma honum yfir línuna. Já, búinn að sjá aðeins meiri pressu núna frá Skagamönnum, enda manni fleiri eftir að Aron Jó fekk seinna gula. Breki með sendinguna inn í teginn, beint á hausina á Hólmari. Þannig skallar hann langt Ekki frá. fyrsti skallabolti sem Hólmar skalla frá henni. Nei, sennilega svona 30. Árni Marino upp á Daniel Inga sem er vel frammi á þeim hann, gerir þetta frábærlega. Fær svo aukaspyrnuna. Indriði hugsar að setja hann út til hægri á Arnór en hætti við. Taka þetta svo stutt. Hlynur vill fá boltan inn í teig. Fá hann að fjær. Indriði stígur af stað. Sýtur hann út til hægri á Hlyn Sævar. Hlynur með Hákon með sér. Nú er boltan að fara að koma inn í teig. Það er allir mættir inn í teginn. Val hér á Arnleifur upp á Breka sem er hann með honum. Halda vel í boltan, við erum að Ekki þarf að passa boltan Hann hann fór nú Arnleifur og hann er fyrir innan. Þetta var nú klaufalegt. Hlynur Sævar Hann alveg er brjálaður. brjálaður að boltin hafi ekki komið á hann. Bað hann frá öllum sem fengi hann. Já. Það var skipting. Árni Salvar að koma inn og Indri Áki að fara út af. Árni Salvar kom ekki bara í center. Jú, ég held að það sé að það sem að Jón þá var að kalla. Ingi komið neðar, Hákon Arnór djúpur og Árni Salvar upp á topp. Spilaði nú heilt tímabil þar með Kára. Já. Áður en hann færði Gerði þessu það svo. bara ágætlega. Já, skoraði eitthvað að mörkum og hann er lús iðinn, sama hvar þú setur hann. Fer bara í all out hápressu. Árni Salvar. Fyrsta snertingin, klár. Skallar hann aftur fyrir sig. Guðmundur Andri hann að sleppi í gegn Arnleifur í honum og það er dæmd vítaspyrna. Þetta var helvíti klaufarlegu varnarleikur. Svona kom boltinn hann að óvænt í gegn. Guðmundur Andri gerir þetta vel, heldur Arnleifur hann að bakvið sig allan tíman. Fær svo löppina. Þetta Flækist þarna aðeins í honum. Þetta má ekki. Vallaþulurinn farin að kommenta á dómgæsluna. Já, mér finnst það ansi soft. Þetta var alveg sammála því mjög soft en þarna er hann að veluna mönnum fyrir að reyna að standa en Já. eins og við
hefðu viljað fá áðan Þetta brotið sjálft hafi verið Já, Aron Jó sestur undan hliðin okkur og spyr hvort þetta ekki verið rautt spjald það er einn í gegn sko sloppin einn í gegn og jú, allavega gult en Kristi Freyr skorar Já, úr fyrst að þessu brýtur á honum að þá ætti það sennilega réttlæta rautt spjald en svo er þetta spurning hvort þetta sé þrefaldaða refsingin eða hvernig Þrefaldaða refsingin, sagði frendi Rautt, víti og mark Það er ekki þrefald? Nei, það er ekki þrefaldaða refsing Víti og rautt, það er tvöfaldaða refsing Og bann í næsta leik Já, þetta er markfaldaða refsing Klárar þetta vel hann að Kristi Freyr Ég var til ekki, sérðu vítið aftur? Hvort að broti sjálft sér fyrir innan degi eða hvort að Sé þetta einhver staðar hérna held ég, nei, ég veit ekki, jú Fiffa þetta hérna Þetta er hérna Já, mér sýnist það nú allavega mjög nálægt línunni Þannig kemur sending upp í hornið á Breka Það er ekki að gera neitt úr því Herðu, samskipta örðuleikar hann að Val og taka boltan Arnleifur vinnur hennan virkilega vel Arnór Daniel Ingi er að bíða eftir hlaupinu frá Gísla en setur hann svo bara í lappirnar á honum Gísli með sendinguna inn í tegin Breki á fjær, nær ekki að taka móti boltanum Val lítur upp og Arnór með honum hana Arnór setur hann ætlar að finna hlín en Birkir Már skallar þetta bara í horn athyglisvert komnar tæplega 92 mínútur á klukkuna við fáum sennilega kannski svona 3 ári í viðbútt eitthvað svoleiðis Breki mættur út í horn og ætlar að spilna þessu fyrir markið kemur sendingin beint á Birkir Má á nærsvæðinu það er önnur í röð sem fer bara beint á hausinn á hann það kemur Breki með fyrirgefuna langt á fjær það er brotið á Fredrik Skram Átni sjálf að gera það það er einhver æsingur hann að jájá Hlínur er ekki alveg nógu rólegur en að mínum mati það er að kýting alla leikinn Átni sjálf var reyndar kannski Hlínur bara að passa upp á sinn mann hann já, mögulega já við erum búin að sjá það svona dálítið í undanförnum leikjum bara út allt einhvern veginn í Lengjubikarnum að mönnum virðist ekki vera sama Nei það er verið að setja svolítið púður í þetta ánægður með að sé hiti og tilfinningar í þessu setja kraft í þetta já þetta er svona að verða þótt sé æfingamót þá er þetta svona að verða mönnum ekki sama þetta að verða alvöru leikir alvöru harka menn eru farnir að taka þetta bara sem hluta af tímabilið það er bara að fara að vinna meira með þetta hannig ekki á Arnleifur með honum Ingi út á Breka nær haldunum minna já Arnór skipta þessu yfir leitar upp hérna og Arnleifur með tíma kemur reynir fyrirgefuna en hér flautar Einar Ingi dómari leiksins til leiksloka 2-0 sigur Valsmanna við ætlum að kíkja á mörkin hérna það fyrra koma á 28. mínútu frá Sigurði Agli eftir góðan þrýrning hana Sigurður Egill klárar þetta vel svo var það á kringum 90. mínútu er að Valsmenn fengu víti sem að Kristinn Freyr skoraði út það er alveg að koma hérna Kristinn Freyr klárar þetta vel
Við ætlum að reyna að finna Jón Þór Hauksson þjálfaraliðs ÍA allavega og fá hann til þess að taka smá spjall við okkur en hvað er best að gera hérna, Snorri? Já, Andrea, spurning hvort að þú hlaupir og sækir bróðinn. Nenni því? Ég allavega hérna niður. Náum allavega spjallið hérna við Jón Þór, hann á leiðinni. Jón Þór, 2-0 tapirna gegn Val, varstu ánægður með leikinn svona heilt yfir? Já og nei, það er auðvitað okkar verkefni núna. Við höfum aðeins verið að vinna í varnarleiknum og reyna að stoppa í þau götu. Við höfum verið að fá svolítið mikið af mörkum á okkur á undanförnu, þannig að ég var svona fyrir mestan part var ég ánægður með margt í því sem við höfum verið að vinna í og í fyrra markinu hjá Val þá gerum við okkur segum bara að þeir spila þrýrning við tegin okkar og við hefum bara verið þroskari í því að stoppa þær hlaupaleiðir og komast svolítið auðveldlega upp fyrir okkur þar og gleymum okkur svo í dekningunni á fjær. Bara klaufalegt það marka á eigum við aldrei að hleypa á okkur en eins og ég segi fyrir mesta part þá fannst mér liðsheildin og þau atriði framför. Þannig að ég var ánægður með það. Ég var ánægður með að mér fannst við skapa okkur dauðafæri í þessu leik. Þannig að við eigum svo að fá víti Indriði tekið niður í teiknum, þannig að mér fannst dómgæslan vera svolítið samt ekki almennilega hvað gerist svo í þessu seinna víti á Val sem er ótrúlega bara óheppni. Það er lélegt útspark hjá þeim sem er skallað einhverja 50 metra upp í loftið og mér fannst það mjög ódýrt víti. Ég sá ekki brotið í því raunverulega, það var eitthvað klafs og kortir festust eitthvað saman eða hvernig það var, ég sá það ekki almennilega en mér fannst það voru meiri víti sem hann sleppti fyrir leiknum fannst mér en ég er bara svektur með að tapa þessum leik, mér fannst óþri. Mikið af nýjum strákum að koma inn í liðið svona undanförnum vikum, báðir bakverðirnir og meðal annars og svona ungi strákar að fá stærra hlutverk. Hefur verið ánægður með þá hingað til og Indriði sömuleiðis? Já, gríðarlega ánægður með þeirra innkomu. Við vitum auðvitað hvað strákarnir geta. Þeir eru gríðarlega efnilegir og spennandi og fá núna mjög stórt hlutverk og stórt tækifæri í okkar liði og nú eru bara þeirra að grípa það og þeir þurfa að nýta hvern einasta leik í það að virkilega sýna að þeir ætli að grípa það tækifæri. Þannig að ég á von á því núna næstu vikum að við sjáum það virkilega inn á vellinum. Það verður að leggja gríðarlega hart að sér í vetur og
nýju leikmennir, Hákon og Arnleifur eru auðvitað að koma úr hérna kórdrengjum þar sem hann hafa verið að spila 5 manna vörn. Þannig að við höfum verið að hérna, leggja svolítið mikla vinnu í það að snúa svolítið því tilbaka. Maður sér það bara á staðsetningum og hreyfingum. Nú eru konur í 4 manna vörn og geta ekki alveg treyst á þess að 3 hafsenda á baku sig. Þannig að við höfum séð það svolítið að undanförnu en ég hef engar áhyggjur af því. Ég hef engar áhyggjur af því við höfum nú nógan tíma á og mér finnst þetta framför í dag alveg klárlega en hérna það er verk að vinna og við þurfum að hérna laga varnarleikinn inn á Akranesi. Þetta er orðin allt og mörg ár þar sem við höfum verið að spila hérna lélegan varnarleik og við þurfum að leggja svolítið áherslu á það núna. Kannski bara lokum hvernig svona staðan á Alex Davey, við höfum ekkert séðan og lítið heyrt frá honum frá því að hann kom aftur upp á Skaga. Hann kom meiddur og hérna fór í myndatöku núna í hérna fyrir helgina og við ættum að fá niðurstöður úr þeirri myndatöku eftir helgi þannig að hérna þá vitum við bara meira. Eitthvað möguleiki á að hann verði bara ekki með í liðinu í sumar og verði þá að leita að nýjum varnarmanni eða eitthvað svoleiðis? Það fer eftir hvað kemur út úr þessari myndatöku og ef að það hérna verður slæmt sem ég hef ekki trú á. Ég hef trú á því að Alex geti byrjað með okkur bara strax í næstu viku. Ég vonast til þess en ef að það er eitthvað lengri tími eða langur tími þá þurfum við auðvitað að bregðast við því. Takk hérlega fyrir þetta Jón Þór og gangi ykkur vel áfram. Sömuleiðis, takk. Já, þá förum við bara að segja þetta gott hérna úr Akraneshöllinni. Við þökkum áhorfið kærlega. Sverrir Már Smárason, Snorri Kristleifsson stýrði útsendingu og Andri Júliusson frendi minn var hérna með mér en já, bara allir sem eru að horfa, takk kærlega fyrir það. Við verðum líklega hérna í næstu viku, er það ekki Snorri? Hvernig þar næstu viku, þá verðum við hérna aftur og þakka fyrir okkur í bili, takk.